Leti 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 synd endilega? Við ætlum að spjalla það í dag. Við ætlum að spjalla syndletinar og dyggð hvíldar og ekki síður dyggð dugnaðar til að gefa minimalískan trailer á nátt. Leti, við skoðum hérna kaþólska skilgreiningu á þessari synd á sloth, eins og við kallaðum það er Sirian, sem svona andi leti eða metnaðarleysis einhvern veginn. Getur verið líkamlega leti en líka áhugaleysi á andlegu málefnum eða vanrækja andlegan vöxt. Þannig að við getum talað um það sem líkamlega leti. Bara sinni ekki því sem þú átt að sinna, bara að vera sófakartabla og ofmeta hvíld og einhverja nautn eða ánægju. Eða andlega vanrækslu á því sem er andlegt og skiptir máli. Sinni ekki þínu trúarlífi. Okkur langar að lesa dæmisögu sem að Jesús sagði 10 meyjar sem að á þessum tíma þá var að hefði eins og að kallmaðurinn hann var í brúðkaupi og þá kom kallmaðurinn, konan var nú þegar til staðar en brúðguminn hann var svo sem að mætti á svæðið öfugt við það sem er í dag. Og Jesús segir þess að dæmisögu, ég ætla að lesa hana, þetta er í Mattheus 25 frá versi 1. Líkt er himnaríki og 10 meyjar sem fóru til móts við brúðgumann með lampa sína. 5 þeirra voru fávísar, heimskar en 5 hygnar vitrar. Þær fávísu tóku lampa sína en höfðu ekki olíu með sér, olíulampa, og hinnar hygnu tóku olíu með á könnum ásamt lömpu sínum. Nú dvaldist brúðgumannum og þær eru allar syfjaðar og sofnuðu. Miðnætti hvað við hróp, sjá, brúðguminn kemur, fara til móts við hann. Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína, en þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið okkur af olíu ykkar. Hann sloknaði á okkar lampum. Þær hygnu sögðu, nei, hún nægir ekki handa okkur öllum. Farið frekar til kaupmannanna og kaupið handa ykkur sjálfum. Kaupið handa ykkur. Meðan þær voru að kaupa kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrunum var lokað. Seinna komu hinar meyjarnar og sögðu, herra, ljúk upp fyrir okkur. En hann svaraði, sannlega segi ykkur, ég þekki ykkur ekki. Vakið því, segir Jesús, þér viti ekki daginn í stundina. Þannig að tala það er mjög margt þarna sem við getum talað út frá þessari dæmisögu. Og grunninn og megin inntak þessara sögu er það að þú ættir að vera tilbúin og vakandi í trúnni. Koma brúðgumans er í þessari dæmisögu dæmi eða myndlíking fyrir komu Jesú, fyrir endur komu Krists. Og að hafa eða ekki hafa olíu á lömpunum, við getum sagt að það sé bara að hafa eða ekki hafa smurningu eða næringu í þínu andlega lífi. Að þú ert, ég meina allar sofnuðu þær. Það eru 5 meyjar sem meyjar sem eru með olíu og eru tilbúnar. Olíu sérst á könnu, tilbúnar fyrir því þær veit ekki hvenær brúðguminn mun koma. Og 5 sem eru með olíu en þær eru ekki undirbúnar og ekki í þessu til lengri tíma litið. Og þær sem eru undirbúnar þær sofna samt. Þær leti, þær samt slá slöku við. En munurinn á hinum sem að voru endanlega latar innan gæsalappa í sínu andlega lífi eins og myndlíkingin er fyrir og þeim sem voru undirbúnar var það að þær voru syndu sinni ábyrgð og gerði það sem það náttúrulega gera og voru undirbúnar með saman hvort það sé eins og í dæmisögunni fyrir dugnað og eitthvað líkamlegt verk eða fysikal verk fætti hvað að fara eða eins og myndlíkingin stendur fyrir að sinna og viðhalda og rækta eigið trúarlíf og vera tilbúin fyrir dauðan, tilbúin fyrir endurkomu Jesú eða að deyja. Og þessi dæmisa eins og ég segi væri efni í heilan þátt eða heila seríu en þannig sjáum við bara mjög gott dæmi afleiðingar leti þegar kemur að andlegum málefnum ekki síðan líkamlegum og samt metur Biblían mjög mikið og Guð hvíld. Við viljum hafa það skýrt eins og við öllum þáttunum og verðum að tala að það er eins og réttlát útgáfa af reiði er líka réttlát útgáfa af ekki mynd leti en hvíld. Þú ætlar að tala um það. Já, og Jesús gerði mikið af þessu. Hann hvíldist mikið. Hann er unni á mörgum tilfellum
þar sem að í rauninni er verið að tala um það að hann er eitthvað staðar, hann er meðal fólks eitthvað, að þá fer hann afsíðis Já. Til þess að hvílast, til þess að biðja og til þess að endur næra sig. Já. Og það talar bæði eða svona, það bendir bæði til þess hversu mannlegur hann var, að hann var í mannlegum líkama eins og við hinn, en líka það bara hvað það er mikilvægt að snúa sér aðeins inn á við og hlúa að sér sjálfum og til Guðs algjörlega. Og hvíldardagurinn er eitthvað sem að margur kristinn maður heldur upp á. Svona mismunandi eftir kirkjudeildum og hefðum, en hvíldardagurinn er element í öllum kristnum hefðum og kirkjudeildum, og það sem að er mikilvægt við hvíldardaginn er það að þetta er meðvituð hvíld. Þetta er ekki bara fjarvera athafna, þetta er ekki bara fjarvera vinnu eða fjarvera erfiðis, heldur er þetta meðvituð aktív hvíld. Og það er svo sem, eins og segi, hvíldardagurinn er svo sem efni í þátt og seríu rétt eins og hitt, en sem við tölum þetta aðeins vinnu og hvíld í einum þætti fyrir nokkrum seríum síðan. Nákvæmlega. En mitt mikilvægi þess að er það að bara hlúa að sjálfum sér, að leyfa sér að hvílast, en gera samt ekki of mikið af því og vera meðvitaður það hversu mikið maður gerir það og á hvaða ástæðum og við hvaða kringumstæðum maður gerir það. Já, þannig markmið er alltaf, ég meina við erum ekki vinnuvélar, við erum börn Guðs og við erum, ég meina eins og við höfum talað í vinnuþættinu sem er einn af mínum svona uppáhaldsáttum eða skemmtilegustu topikum, að því það er svo dýrlegt, það er svo mikil gleði og bara konungleg örlög bókstaflega að vinna og að sinna starfinu sínu sem hvort það sé launað eða ekki launað, en líka að hvílast og þú veist hætta að vinna sama hvort þú tekur hvíldardaginn á það eitthvað svona aðra hvíld, það er annað topic, en misnotkunin á hvíldinni eða íkt leti, getur við sagt, eða íkt hvíld er leti þegar þú ert farin að vanrækja eitthvað sem þú ættir að gera. Og við sjáum ágætt dæmi það í orðskviði, og það er mikið af góðum leksíum dugnað og vinnu í orðskviðunum. Klálega ein af þeim bókum sem að, ég meina, þetta mælum öllum bókunum, en það er mikið gull í orðskviðunum. Og orðskviðir eru svona svolítið bara svona handbók daily life. Bara svona, þetta er sniðugt. Þetta er mætti halda því fram að orðskviðin séu svona the biblical life hacks. Er það? Á hvernig leiti? Og einn af þeim er skrifar í orðskviði 13:4 og segir sál letingjans girnist og fær ekki, en sál hérna iðnu mettast ríkulega. Það er að segja sál, letingjans þráir eitthvað, en fær það ekki að því hún gerir ekki nýtt í því, en hinn er iðnu duglegu the go-getters, þeir mettast ríkulega, þeir fá það sem þeir vilja af því að þeir vinna fyrir því. Og við sjáum hérna aðra lesi, og það er einmitt dugnaður eða vinnusemi eða iðjusemi, hvað þú kallar það, er svona mót dygð eða gegn syndleitinar. Og í orðskviðum 6 sjáum við mjög klassíska og góða myndlíkingu vinnusemi, og það er maurinn. Og þar segir, far þú, þetta er vers 6 í 7. kafla orðskviðanna, far þú til maursins, letingi, skoða háttu hans og verð hygginn, þótt hann hafi engan höfðingja, engan yfirboðara eða valdsherra, þá aflar hann sér samt vista á sumrin og dregur saman fæðu sína uppskýru tíman. Hversu lengi ætlar þú, letingi, að hvílast? Hvenær ætlar þú að rísa af svefni? Sofa ögnen, blunda ögnen, leggja saman hendurnar ögnen til að hvílast. Þá kemur fátæktin yfir þig eins og reyningi og skorturinn eins og vopnaður maður.
og andstæðan auðvitað við þetta einu svo verðum að sjá í 13.4 að týndi ég sig að sál hérna yðnum þetta stríkulega og það er þessi ábyrgð sem við erum kallið til að vinna og sinna okkar starfi. Akkurat. Kæri hlustandi, þú munt ekki hagnast neitt á því að vera latur og liggja upp í rúmi allan daginn. Örugglega mér fáir sem eru að iðka þann lífstíl en það finnur mann mjög hratt hvað það gefur manni lítið og hvað það skaða mann. Ég held að söndgleði finnist í því að vera sinna vinnunni sinni og erfiða og vera duglegur og þá muntu upplifa þá gleði og þá svona satisfaction sem þú veist að leita að með því að vera latur. Þú finnur miklu meiri gleði í vinnunni og í dugnaði. Og líka það að hvíldin er miklu meira þessi virði og miklu betri í lok mikillar vinnu og erfiðis vinnu. Næst ætla að tala græðgi og andstæða dyggð hennar sem er nægjusemi. Takk til.